þetta. Næsti liður semst að meta hugbúnaðinn á tækinu og fyrsti liður í því að skilja skrift. Seljandi sýnir nokkur þrjú dæmi hvernig búnaðurinn færi skrift yfir í texta. Já, það er lítið mál. Þá byrjum við bara að fara í skriftaforriti, bara eins og Word. Við vorum nú í því. Og fáum lyklaborðið upp. Og hérna í horninu á lyklaborðinu nokkrir aðgerðarhnappar til að fá inntak af skráningu. Við höldum í þann takka og það svona T þarna með penna, sjáu það. Ítum á það og þá fáum við upp svona skriftarglugga og ég ætla að skrifa bara góðan daginn. Það svona, ég ekki svo best að skrifa það, hún skilur mig alltaf samt. Og það að koma yfir í. Og ef við stróku út, þá strikum við bara yfir og það farið. Þetta bara default inn í þetta? Þetta bara lyklaborðið, ég geti skrifað sem á Facebook, ég geti skrifað. Þetta ekkert auka, þetta kemur með tækinum og bara inn í og getur notað þetta sem input, þar sem getur notað lyklaborðið, þar getur notað þetta. Ég geti þess vegna skrifað eitthvað á Snapchat og það kemur bara sem ritaði texti. Þannig ef ég væri til að sýna ykkur þetta í fleiri forritum, ef ég væri meili hérna, skrifa nýtt meil og til ef ég ætlaði að senda Svein þarna, myndi ég bara skrifa ST, kemur ST þarna upp, nafnið hans, mjög fljótlegt. Og til að sýna fleiri möguleika á þessu, þá S-Note dæmi glósuforrit sem ég geti að nota. Ég geti búið til, og þetta rauninni þriðji möguleikin á skrift. Ég geti verið að glósa eitthvað dæmi í tíma, setjum bara upp eitthvað einfalt. X í öðru plus 2. Það komið hann með dæmi. Ég vel kassan þarna, sjáu þið kassan uppi. Vel þetta henni dæmi. Umbreyta í og í formúlu. Og þetta komið dæmi sem ég geti glósað í stærðfræðitíma. Og einnig, eins og við þekkjum, við erum ofta að gera einhverja hringi og ferritninga. Man tekst aldrei að gera þetta alveg beint. Í stærðfræðitíma gæti ég tekið þetta, umbreytt í, fínstilt form og fengi ég kassa, saman með hring og allt. Ég fengi svona flottar myndir. Þannig að það loksins þetta að skilja glósuna þegar maður að fara að læra fyrir próf, þá veit maður hvað maður gerir. Já. Já. Það hérna til dæmis. Kannski að endur taka spurningar? Já, spurning þráðlaust lyklaborð. Það þetta hérna, þetta bara Bluetooth lyklaborð sem hægt að tengja við. Og einnig eru við með dokkur fyrir sumtæki, eins og sveitin með þarna. Þá þetta lyklaborð dokka sem við setjum tölvun í og hún líka taska. Þannig að hún getur lokað, þá þetta bara eitt spliff. Þannig að það mjög hentugt og þægilegt. Og í stöðunum komin í þessa umræðu þá get ég líka tengt Bluetooth mús og þá fæ ég bendilinu. Þannig ef ég ætla í dokku, vera með mús og lyklaborð og fá bendil, þá það ekkert mál. Og kannski eitt að lokum, í stöðunum komin í þessi jaðartæki. Þá erum við með svona breytistykki fyrir USB. Ég kynna það eins fyrir ykkur. Hérna bara með USB lykil. Tengja við. Fyrir skrárnar mínar. Og USB-lykillinn er komin þannig að ég geti tengt harðadisk sem væri 200 GB við. Ég geti tengt lyklaborð gamalt. Ég geti tengt gamla mús, einhverja lasermús sem með, eða USB-hub, haft mús, lyklaborð og flakkara. Þannig að mikli tengjumöguleikar.